En já, ég komin í sambandi við Hvolsvöll. Það er Björg Arnardóttir hjá Midgard Base Camp. Sælar, blessuð. Blessuð. Herðu, þið eruð að opna nýjan veitingastað og gistingu og ýmislegt annað þarna í húsi sem búið að vera eða smá svona iðnaðarhúsnæði, ekki? Jú. Við keyptum húsnæði 2014 og með bankanum að sjálfsögðu og Svenna, pappa hans Sigga, og fórum við nú svona með hugmyndir okkar aðeins áfram gagnvart bankanum, vorum búin að gera fast okkur voða fínar áætlanir, bankinn hristir nú bara hausnum, það segju ekki krónu, við getum ekki gert þetta. Nei. Svo við spýtum bara þessi lóna og vorum að smíða sjálf að byggja og jökum svona alltaf eigið fé aðeins í byggingunni og erum komin þar sem við erum í dag. Þó við séum nú ekki komin til enda, að þá erum við langt komin, það er alltaf eitthvað eftir. Já, þetta er skemmtilegt líka að taka svona húsnæði og þetta lítur að hafa verið svolítið mikil umbreyting. Já, sko, fyrstulega voru þetta verið ennáttúrulega iðnaðarhúsnæði, 700 fermetrar var steypustöð og allt krátt og dimmt og kalt og ekki vatnsfelldir gluggar og hélt ekki vindum og við vorum inni með músunum fyrst. Og svo þetta orðið 11 fermetrar núna, það sem erum bæði með ævintýrahlutan okkar, ferðirnar, bæði ferðaskrifstofuna og hér tökum við á móti öllum gestunum okkar á mótni þegar við byrjum ferðir sem er algjör forréttindi við þeir sem búa til ferðina, þeir taka líka við og hitta þann sem að fer svo í ferðina, er ekki bara leiðsögumaðurinn alltaf. Já, það er skemmtilegt. Það er rosalega gaman og það er algjörlega okkar forréttindi að fá að vera svona miklu samneyti við gestina. Og svo sáum við okkur bara leika á borði að það við getum kannski verið ennþá meiri samneyti við gestina og fengið þá til að gista hjá okkur líka og borða með okkur og þegar við höfum alltaf svolítið mikið boðið fólki heim, haldið ammæli ef að fólk er veðurteft og boðið fólki kaffi og ýmislegt. En fyrir okkur var þetta svona þessi framlenging á heimilum okkar hér að geta tekið við fólki úr ferðunum og koma með þau hinga líka. En við erum mjög spennt sjálf. Já, ég er búin að vera að kíkja hans inn á heimasíðuna hjá okkur og þetta lítur allt rosalega vel út. Já, ég veit nú ekki hvort ég var að mæla endilega með myndunum en þá þetta er alltaf detta inn. Við erum búin að vera með 12 myndir að þetta framan af því að okkur vantaði raunherbergin en nú er þetta alltaf detta inn og veitingastæðurinn líka svona, við erum alveg búin að opna gistinguna, við erum alveg tilbúin þar og búin að vera með nokkra hópa og þó nokkuð mikið af prívat gistingu líka. Já. Við segjum nú kannski svona fallir farar heill í hinu vegna þess að bara ágætt að útvarpa því útvarp Suðurlands að við mistum nú annan kokkin okkar í vikunni. Já. Við rekum okkur núna með morgunmat og svona hádegisverð fyrir þá sem eru í næsta nágrenni en kokkurinn sem fór út fyrir 20 og síðan við réðum annan í nótt. Já. Það tók ekki langa tíma. Nei, þetta bjargast alltaf allt saman. Við störfum núna eftir plani G, það er ekki A, B og C, þetta er plan G, en alltaf því við höfum nú kannski svo gaman að þessu sár líka að bjargast þetta og kvöldurinn mitt sem að kokkurinn gekk út að þá hópaði sér allt starfsfólki í eldhúsið og riggaði hér upp stóri grillveislu fyrir fólk sem að panta kvöldu, þannig að við kannski, það verða kannski einhverjir nökrar til að byrja með, en ég get allavega að lofa fólki að það verður vel tekið á móti því og við verðum glöð að sjá þau. Já, þið ætla að halda svona opnunarpartí á morgun, svona í bland við Eurovisionið. Já, sko við gerðum fyrir 1,5 ára síðan, þá buðum við Hvolsvellingum heim, auglýstum í búkollu og buðum bara fólki kaffi og kleinu bara að kynna hugmyndir okkar fyrir fólki. Við finnum alveg að fólk var forvitið, vissi ekki alveg hvað við vorum að gera, til hvers við ætlum að nota þetta hús og hvaða breytingur voru að fara eða til stað. Svo við heldum bara svona kaffiboð og fengum 150 Hvolsvellinga til að koma í kaffi og kleinu og við lofuðum þeim þá að við myndum bjóða þeim aftur heim þegar við værum alveg tilbúin, svo við auglýstum aftur og ég vona náttúrulega bara til að fá sem flestar að vera með svona létta dagskrá frá 4 til 6 þar sem við fara í gegnum bæði sögu húsins, sögu okkar hvaða hugmyndafræði liggur að baki gistingunni og við erum með mjög skýra hugmyndafræði þar
og við ætlum að fara aðeins í gegnum það, við ætlum að bjóða fólki upp á smá tónlistaratriði, einhverjur veitingar og svo ætlum við að halda áfram eftir klukkan 6 bara beint í Eurovision stemningu með svona happy hour á mat og drykk og ég segi mat á meðan hann endur en nóg af drykkjum. Já. En þið ætlum að vera með eitthvað lífandi tónlistaratriði og bara gleði og glens. Já, við ætlum að hafa sjálf mjög gaman og við vitum að það er þó nokkur áhugi, múin alltaf að komið sem flestir af nágrannum okkar á Hvolsvelli og svo vitum við náttúrulega að það er þó nokkur af fólki líka sem ætlar að koma alveg úr báðum áttum. Já, skemmtilegt. Þannig að ég held að þetta verið seikilega gaman. Og hvernig er svona best fyrir fólk að nálgast ykkur og nálgast upplýsingar ykkur? Við erum á Hvolsvelli, við erum austasta húsið í bænum inn af húsasmiðinni, þannig að þar erum við ef að fólk er hér á staðnum, svo erum við með tölvupóstum, við ákváðum bara að reka okkur svolítið undir þessu nafni Midgard, þannig að Midgard er regnhlífin, svo erum við með Midgard Base Camp sem er þá gistingin og veitingarstaðurinn og svo Midgard Adventure sem er ferðahlutin og tölvupóstingin er einföld, það er einfaldlega bara Sleep at Midgard, Eat at Midgard og Adventure at Midgard. Já. En já, ég var að mynda að spá svona örlítið í því hvaðan þetta nafn kæmi, Midgard Base Camp. Já, sko, við hétum upphaflega sem Stegibjarni stofnafyrirtæki og stofnaði það sem South Iceland Adventure. Já. Og síðan kemst maður náttúrulega því að bæði Adventure og South og Coast eru allt nöfn sem eru mjög greinlega mjög vinsæl. Já. Það virkaði vel í byrjun vegna þess að það gerði kannski leit á leitarvélum einfaldari en svo langaði okkur til að kannski reyna að aðgreina okkur aðeins betur með einhverju öðru nafni svo við ákváðum bara að breyta nafni við áttum vöru, kallum það vöru, vorum með ferðir upp á Miðhálendi inn í Þúfuver, vorum þær í vetrarferðum og kölluðum þær ferðir Midgardferðir og einhvern tímann vildi nú ekki betur en svo til að ég skráði okkur rátt á ráðstefnu, skráði okkur, hélt ég að skrá okkur undir vörunafnina til þess að þeim að koma á framfæri, skrá okkur inn sem Midgard og þá horfðum við á nafninu og svo býttu, heitum bara Midgard, þannig að ákveðinu var nú ekki flóknaði þetta og það sem þetta gerir fyrir okkur og ég hlakka svakalega til að vinna meira með í framhaldinu, það er náttúrulega að tengja okkur meira við goðafræðina, bílarnir okkar heita Þór og Óðinn og við erum með nýjan bíl núna sem við erum að velta fyrir okkur hvað hann þarf að fá hvern nafn, við erum bara ósátt, við erum svo ósammála, Valkyrjan, Freyja, Sif, þannig að við erum svona að velja nafnið á þennan þriðja, það heita hinir bílarnir reyndar öðrum nafnum, en líka í framhaldinu fyrir gestin okkar að geta kannski gert meira ævintýri út frá nafninu af því að Midgarður er náttúrulega þessi sýnilega veröld í goðafræðinni og við lítum þannig á að við sem að sýna fólkinu inn í ósýnilegu veraldirnar og þannig að ég held að í framhaldinu geta orðið svakalega gaman fyrir okkur að vinna með þetta svona þegar við höfum aðeins meiri tíma þá kemur það. Svona smá tengingar í gangi. Já, það er allavega hugsun að baki mörgu. Já, það er skemmtilegt. Já. En ég segi bara gangi ykkur rosalega vel með þetta og gaman að heyra Eðibjörg og við hvetjum náttúrulega fólk á svæðinu og þá sem að eru hérna, er það að kíkja til ykkar á morgun? Endilega, okkur þetta er verulega gaman að sjá fólk og ykkur líka. Takk kærlega fyrir það, gaman að heyra í þér. Já, bless.